þá þessu máli lokið að koma að skýrslu bæjarstjórn til málstekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir það helsta sem á daga mína hefur drifið í síðustu vikunar. Nú í síðustu viku þá tók við Halla Björk á móti 3 þingmönnum Viðreisnar og fórum yfir ýmis mál varða sveitarfélagið og þetta voru Sigmar Guðmundsson, Ingvar Þóroddsson, þingmaður kjördæmisins og svo fyrirverandi bæjarstjóri Akureyrarbæjar, Eiríkur Björn Björgvinsson sem kom inn á heimsótt okkur og gaman að fá að spjalla við það ýmis hagsmunamál okkar. Nú fulltrúar úr hverfisráði Hríseyjar komu á árlegan samráðsfund hingað í ráðhúsið með mér og starfsmönnum frá umhverfis- og mannvirkjasviði. Það er svona helstu málefnin snúa að Hrísey sem lúta að málum umhverfis- og mannvirkjasviðs. Nú miðvikudaginn 29. október þá stóð til að ég tæki þátt í haustþingi í Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og sitja þar í pallborði. En sökum ófarðar og veðurs og vinda þá breyttist það þannig að ég var eins og þið á haustþingi SSNE og það var að sjálfsögðu áhugavert og skemmtilegt að venju. Nú við tókum á móti Guðmundi Inga Kristinsinni ráðherra mennta og barnamála þegar við skrifum undir formlega stofnun Farsældarráðs Norðurlands eystra. Við sýndum honum ennfremur fjölskylduheimilið Sólberg og áttum samtal við hann hér málefni sveitarfélagsins og hans ráðuneytis. Og það var bara mjög mikilvægt og dýrmætt að geta átt samtal við Guðmund þau mál snúað hans ráðuneyti. Og ég hlakka til og bjartsýn á að við munum eiga áframhaldandi gott samstarf í þeim málum snúað menntun og börnum og farsæld þeirra. Nú eins og venjulega á haustin þá fer mjög mikill tími í fjárhagsáætlunargerð og við erum að reyna að koma henni saman og það að mörgu að huga í þeim undirbúningi. Og í gær þá fengum við kynningu á fjölmiðla umfjöllunum Akureyri, það sem rýnt í umfjöllun frá október 2024 til október 2025 og í stuttu máli þá komum við afskaplega vel út, jákvæðum fréttum frá Akureyri fjölgar, það gildir líka neikvæðar fréttir. En það bara eðlilegt og gott og heilbrigt að svo sé. En það rétt að geta þess að greiningin og umfjöllunina ekki yfir svæðismiðla, þannig að þessi samburð hæft við önnur sveitarfélög. Og við munum halda áfram að rýna í þessa greiningu og vinna með niðurstöðunar og kynna fyrir bæjarfulltrúum. Þannig að við getum brugðist við og fundið leiðir til þess að bæta okkur það sem þar þarf. Ég læt þetta vera loka orði. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd og eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 30. október, bæjar á 23. og 30. október, fræðslu og lýðheilsuráð 22. október, skipulagsráð 29. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 28. október og velferðarráð 27. október. Og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Ég segi fundi slitið 6 mínútur í 5. Takk fyrir góðan fund.